við erum búin að vera hérna í þessum framkvæmdum hér í Saurbæ, byrjuðum haustið 2010 og sóttum þá grjót í hleðslu í þennan garð fram á Eyjafjarðardal og byrjuðum svo að hlaða hér 2011 og erum búin að vera að því alla tíð síðan, svona eitthvað á hverju ári, og við fengum hleðslumann úr Skagafirði til þess að taka að sér hleðsluna á þessari girðingu hérna. Síðan settum við timburgirðingu hérna sem snýr hérna að húsunum og það er efni sem við fengum í Hallormsstað. Þetta er íslenskt lerki og það vann fyrir okkur Hólmsteinn Snædal, timburmeistari á Akureyri, með miklum sóma. Hann er svona sérfræðingur í að gera upp gömul hús og svona kann að smíða þetta gamla allt saman. Og við erum nú loksins að sjá fyrir endan á þessari framkvæmd. Hún er orðin okkur ansi dýr og búið að taka langan tíma. Þið vinnið þetta eftir, þetta á alltaf að vera eftirlíking af því hvernig kirkjan var upprunalega. Já. Hvar eru þið með einhverja mynd sem þið hafið til hliðsjónar? Hvernig vinnið þið þetta? Já, það er til gömul mynd sem að Hallgrímur Einarsson tók hér aldamótin 1900. Sú mynd er til suður á Biskupsstofu og eftir henni er þetta unnið. Og síðan stækkuðum við garðinn ofurlítið til austurs. Hann er að verða nánast sko uppgrafinn. Þannig að það var séð fram á að við yrðum að stækka. Og svo eru það helluleggja stíg hérna að kirkjunni. Já, svo helluleggjum við hérna úr íslensku grjóti, svona eins og var á þeirri tíð sem kirkjan er byggð. Hún er byggð 1858 þessi torfkirkja. Hún er nú reyndar ekki svo elsta í Eyjafjarðarsveit. Munkaþverárkirkja er eldri, hún er 13 árum eldri, en hún er úr timbri. Svo merkilegt sem það er. Þannig að í einhver tíma var enn verið að byggja úr hvoru tveggja? Já, og þá er verið að byggja úr hvoru tveggja, bæði úr torfi og grjóti og úr timbri. Svo kannski mætti ég segja frá þessum hengslum sem eru sett hérna á hliðgrindurnar. Það er eldsmiður sem smíðaði það. Þetta er slegið til úr járni og í eldi. Hún Bete, húsmóðurinn á Kristnesi, hún sér það og sá það fyrir okkur. Og það er gert svona í þjóðlegum stíl? Og það er gert í þjóðlegum stíl, það má segja það. En nú kemur þú að viðhaldi á kirkjugörðum hérna víðsvegar. Það hlýtur að vera svolítið öðruvísi að sjá viðhald á kirkjugarði frekar en til dæmis skrúðgarði eða einhverju öðru. Bara það að umgangast leiðin hérna og þess aftar. Jú, það er það. Við erum að reyna að gera það svona í þeim anda sem kirkjan er byggð. Þetta eru nú allt orðnar gamlar kirkjur, allar líklega komnar yfir 100 árin og það er svona verið að reyna að vinna það svona í stíl við þá framkvæmd eða þá kirkjubyggingarnar. Og svo sjáum við hirðingu á gorðunum og hérna þetta er nú svona okkar verk þessari kirkjugarðastjórnar. Og er þetta mikið viðhald sem kirkjurnar, eins og þú segir, það eru hérna 6 sóknir, er þetta mikið viðhald sem kirkjurnar hér þurfa? Já, það er býsna mikið viðhald, þó sérstaklega slátturinn á sumrin. Við þurfum að slá svona kannski 8 til 9 sinnum hvern garð. Þetta er ein af 6 torfkirkjum sem eftir er á landinu. Hún er merkilega því leyti til. Og hún er núna í vörslu Þjóðminjasafns og þeir sjá svona viðhald á henni og að tyrfana ef að þarf og skera utan að veggjum þegar kemur gróður. Já. Er kirkjan hérna mikið notuð ennþá? Já, hún er býsna mikið notuð. Hér er messað svona 4-5 sinnum á ári og óskaplegur ferðamannastraumur hérna.
Ég kem aldrei hér öðruvísi en að koma ekki margir bílar af ferðamönnum til þess að fá að skoða kirkjuna. Alls staðar að. Já, bæði Íslendingar og Já, bæði Íslendingar og útlendingar. En nú veðrið í sumar ekki beint búið að vera með besta móti. Hefur það haft einhver áhrif á vinnuna hérna við Saurbæjarkirkju? Nei, við höfum ekkert látið það hafa áhrif á okkur. Við höfum unnið alveg eftir okkar áætlun og það hefur bara gengið eftir. Þið klæðið ykkur bara eftir veðri? Já, við klæðum okkur bara eftir veðri, það má segja það. Stefnt á að halda upp á framkvæmdaloka á garðgirðingu og hleðslu síðustu helgina í ágúst að viðstöddum Hólabiskupi og fleiri góðum gestum.